Þá formlega settur fundur bæjarstjórnar Vestmannaeyja númer 1628 sem fer fram í Ráðhúsi Vestmannaeyja miðvikudaginn 1. júlí 2026 klukkan 2 og býð ég bæjarfulltrúa, starfsfólk og áheyrendur hjartanlega velkomna á fundinn. Fundurinn fer fram í beinni útsendingu að venju en hægt að nálgast hlekk á fundinn á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar. Til fundarins var boðað með lögmætum hætti. Bæjarfulltrúi Aníta Jóhannesdóttir hefur boðað forföll á fundinn og í hennar stað situr fundinn varabæjarfulltrúinn Kjartan Vító Ólafsson. Til fundarins eru því mættir eftirfarandi bæjarfulltrúar fyrir Sjálfstæðisflokkinn Eyþór Harðarson, Trausti Hjaltason, Óskar Jósúason, Hildur Sólveig Sigurðardóttir og Kjartan Vító Ólafsson varabæjarfulltrúi. Fyrir Miðflokkinn Jón Þór Guðjónsson og Sæunn Magnúsdóttir og fyrir Eyjalistan Ardís María Kjartansdóttir og Anton Örn Björnsson. Fundagerð ritar Drífa Gunnarsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Á fundi bæjarstjórnar liggja fyrir 12 mál. Þar eru 5 almenn mál og 7 fundargerðir ráða. Þau eru eftirfarandi. Númer 1 umræða samgöngumál. Númer 2 samkomulag ríkis og sveitarfélaga börn með fjölþættan vanda, breyting á skilgreiningu og ábyrgð. Númer 3 eru siðareglur kjörinna fulltrúa. Númer 4 fyrirhuguð fækkun lögregluembætta. Númer 5 bæjarstjóri yfirferð helstu mála. Númer 6 fundagerð fjölskyldu- og tómstundaráðs númer 329. Númer 7 fundagerð fræðsluráðs númer 406. Númer 8 fundagerð bæjarráðs númer 3260. Númer 9 fundagerð fjölskyldu- og tómstundaráðs númer 330. Númer 10 fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs númer 440. Númer 11 fundagerð framkvæmda- og hafnaráðs númer 338 og númer 12 fundagerð bæjarráðs númer 3261. Áður en við göngum til dagskrára þá ætla ég að minna bæjarfulltrúa á að ávarpa skal forseta bæjarstjórnar, ekki þarf að taka fram forseti bæjarfulltrúar. Gestir eða aðrir áheyrendur heldur einungis forseti og ræðu beint almennt til forseta. Ég vil líka ítreka mikilvægi þess að senda bókanir tímanlega á bæði forseta og starfsmann til að virða tíma kjörinna fulltrúa. Ásamt því að ég vil taka fram að ef upp kemur ósamræmi í ræðu bæjarfulltrúa og innsendum bókunum mun gilda þau orð sem flutt eru í ræðustól. En þá ekkert af vanbúnaði og við vindum okkur beint í fyrsta dagskrárlið fundarins sem fyrsti liður umræða samgöngumál. Og þar gef ég bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri. Forseti, ég langar að fara aðeins yfir það helsta sem snýr að samgöngumálunum hjá okkur núna og samkvæmt upplýsingum frá Herjólfi OHF að þá gekk rekstur Herjólfs vel í júnímánuði eftir mjög erfitt tímabil í vetur og í vor og umferðin ferjuna bara var mikil og áfram. Alls voru fluttir tæplega 76.000 farþegar í mánuðinum sem tæplega 5% aukning frá 25 og þróunin staðfestir áframhaldandi mikla eftirspurn eftir siglingum til og frá Vestmannaeyjum yfir sumartímann og það sem áhugavert að bílaflutningar jukust enn meira en farþegaflutningar og í júní voru 18.600 bílar fluttir sem 10,4% meira en í júní á síðasta ári. Aukningin skýrist auðvitað meðal annars með aukinni flutningsgetu. En frá með 8. júní var auðvitað siglt með 2 skipum, bæði Herjólf og Baldri og með því var unnt að mæta betur þeirri eftirspurn sem myndast hefur á annasömum dögum sumarsins og draga úr þrýstingi á bókanir. Og varðandi bókunarstöðin í júlí þá hún mjög góð og lítur mun betur út en á sama tíma í fyrra. Og ganga þar áætlanir eftir að það má gera ráð fyrir áframhaldandi mikilli umferð bæði með farþega og ökutæki á næstu vikum. Og það ákaflega ánægjulegt að sjá þessar tölur að því að hún breytir miklu líka fyrir ferðaþjónustun okkar sem var nú fyrir miklum skakkaföllum í vetur og auðvitað okkur sem íbúa og önnur fyrirtæki. En svo erum við líka ennþá með bílaskip eins og við vitum öll og vinna við viðgerð á rafmótor Herjólfs gengur vel. En framkvæmdirnar hafa tafist vegna seinkunar og afhendingu koparsvírs sem nauðsynlegur til viðgerðarinnar og skortur á honum í heiminum í dag. En sú hindrun hefur nú verið leyst og viðgerðin komin á skrið, gott skrið og stefnt að því að henni ljúki núna miðjan júlí. Örlítið
einhverjum dögum seinna eins og fram hefur komið, en að því gefnu að kom ekki fram ófyrirséðar tafir. Viðgerðin sjálf tekur í kringum 4 daga og mun þá Baldur leysa af, en þá daga verður flutningsgetan náttúrulega mjög lítil, meðan Herjólfur fer úr siglingum og bara Baldur er. En á meðan, meðan Herjólfur er úr áætlun, þá mun Baldur fara í 8 ferðir að lágmarki. En Herjólfur er auðvitað að sigla 7 núna af því að bara það er aðeins verið að reyna að hvíla og auðvitað er Baldur að sigla líka. En svo fyrir næst yfir það að ég hitti fulltrúa Vegagerðarinnar og fulltrúa frá Yandi 0, sem er náttúrulega þeir sem að taka við dýpkuninni frá 15. september, og það er ákaflega ánægjulegt að eiga þann fund. Þeir munu vera staðsettir hér í Eyjum á meðan þeir eru að sinna þessu verkefni, og það er inn í samningnum þannig að þeir eiga að vera til taks og geta dýpkað, ég meina allan sólarhringinn ef til þarf, frá maí eða frá í rauninni september til maí, yfir allan veturinn, og svo er þetta að kalla í það við sumartímanum ef á þarf að halda, og skipið verður staðsett hér. Verkefnastjórinn sem að sinnti Yandi 0 og stýrði dýpkuninni hérna þegar þeir voru hjá okkur síðast, þeir kláruðu samningi sinn 2018, hann mun koma aftur, þannig það kemur reynsla með honum, og það eru vaktir á skipinu, þeir eru með nokkrar áhafnir sem rúlla og skipið á alltaf að geta farið út með mjög skömmum fyrirvara. Og við fórum líka yfir það sem þeir eru að hugsa, og þeir eru byrjaðir að stilla upp þessu verkefni og vilja náttúrulega með Vegagerðinni fara í þessu svokölluðu bufferdýpkun sem eru þessu holur, og var kynnt hér á fundi með bæjarfulltrúum og hérna í höllinni núna í byrjun júní. En til þess þarf ekki fjármagn, þannig það er verkefni þessara bæjarstjórnar að sækja það, svo hægt sé að sinna því, og við náttúrulega bindum mikla vonir við það að ef þessi breyting verður á fyrirkomulega á dýpkun og þeir geta líka djettað, þá eru þeir fljótar að koma sér í stöðu til að dýpka, blása svona út úr hafnaminninu, að þetta muni skila bæði betri vinnu og hraðari, og það sem tæknilega getan á að vera betri, og mun fleiri dögum sem hafnin er opin. En samkvæmt nýjustu upplýsingum varðandi ef við skoðum aðeins Herjólf 3, þá það var haldið að hann kæmist ekki inn að drift fyrir í september, en staðan er þannig núna, þeim hefur tekist að flýta þessum skoðunum og ýmsu sem að vantaði upp á til þess að hann fengi haffæri, og nú eru bundna vonum við það að hann verði komin í gagni núna í seinnipartinn í júlí, og þá þarf auðvitað að tryggja að höfnin sé í lagi ef það á að nýta skipið og það á að nýta stokkur, að þá verður dýpið að vera í lagi fyrir Herjólf 3. En fulltrúar Vestmannaeyjabæjar og Herjólfs OHF munu funda með Vegagerðinni á morgun varðandi það hvað er verið að hugsa með Herjólf 3 og hvernig á hann að vera varaskipið, á Baldur að vera varaskipið, hvernig er hann hugsaður, hvernig ætlar að halda honum í gangi og þetta eru bara spurningar sem þarf að fá svör við. En það er allavega jákvætt ef hann er að komast í gagnið, af því að það er auðvitað mjög erfitt að vera með Baldur sem varaskip og sérstaklega yfir veturinn. Áður en ég gef orðið laust, þá ætla ég að lesa hér innbókun sem er svo hljóðandi. Bæjarstjóri fór yfir stöðu samgöngumála við Eyjar undanfarnar vikur og stöðuna á Herjólfi 3. Jafnframt fór bæjarstjóri yfir upplýsingar frá Herjólfi OHF varðandi viðgerðir á Herjólfi 4 og það helsta sem fram kom á fundi með fulltrúum Vegagerðar og nýjum dýpkunar aðila í Landeyjahöfn, Yandi 0. Þeir sem vilja ræða þennan lið, Eyþór Harðarson, gjörðu þessu vel. Forseti, samgöngumálin eru á dagskrá okkar í bæjarstjórn í dag samkvæmt venju og skal engan undra. Málefni Herjólfs hafa legið þungt á Eyjamönnum síðan í vetur þegar að bilun kom upp í vélbúnaði skipsins. Það hefur komið í ljós í þessar atburðarás sem hefur átt sér stað í síðustu mánuði að ríkið er á engan hátt í stakk búið til að bregðast við óvæntum truflunum í rekstri ferjunnar. Varaskipið annar ekki samgönguleiðinni nema við bestu aðstæður yfir sumartíman. Við höfum lengi talað fyrir því að það þurfi betri hugmynd að varaskipi fyrir Herjólf en það skip sem ríkið leggur til í dag.
Það í raun sorglegt að það hafi þurft þessa alvarlegu bilun í Herjólfi til þess að opna augu ráðamanna fyrir stöðunni sem við búum við hér í Eyjum. En það jákvæða sem að maður tekur út úr þessu síðustu vikurnar þegar Baldur hefur siglt á móti Herjólfi er að það kemur berlega í ljós hve Herjólfur hefur verið mikill flöskuháls í samgöngum við Eyjar yfir þessar stóru helgar yfir sumartímann. Það lítur út fyrir að mun fleiri hafi komið til Eyja á meðan tvær ferjur hafa siglt. Krafa okkar er því nú sem áður að ríkið klári að setja saman ferjuáætlun sem sinni því hlutverki að samgöngur við Vestmannaeyjar verði á þann veg að samfélagi virki eðlilega og atvinnulífið geti eflst þannig að þjóðarhagur vænkast. Það gerist ekki öðruvísi en að tafarlaust verði byrjað að undirbúa smíði á nýrri ferju sem er sambærileg eða öflugri en núverandi Herjólfur. Það er ekki hægt að sinna jafn mikilvægri samgönguleið eins og ferjusiglingar milli lands og Eyja er með einu skipi. Það er augljóst eftir reynslu síðustu mánaða. Takk. Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, fleiri sem vilja ræða þennan lið. Bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson, gjörðu svo vel. Forseti, gaman að vera komin aftur í bæjarstjórn og hlakka til samstarfsins með bæjarfulltrúum og starfsfólki. Það er að sjálfsögðu frekar típist að það eru samgöngumál á dagskrá, fyrsta mál sem kemur aftur. Þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð, það var fróðlegt að heyra tölunar sem hún fór yfir og bæjarstjóri sagði frá 5% aukningu og 10% aukningu bíla núna undanfarið. Það kemur alls ekki á óvart og ég hef lengi sagt að þær áætlanir sem hafa verið varðandi farþegafjölda séu vanáætlaðar og ég held að við eigum enn mjög mikið inni og það hefur verið gaman að sjá tvær ferjur ganga hérna á milli og hvernig það er að virka og ég held að allir íbúar og fyrirtæki, sérstaklega í ferðaþjónustu, finni vel fyrir því og það sýnir bara fram á nákvæmlega það sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson sagði hérna að mikilvægi þess að það verði hafinn undirbúningur að smíði nýra ferju og að við séum með aukinn tækifæri. Við auðvitað getum ekki horft upp á sambærilegan vetur og við vorum með núna síðasta vetur, þess vegna er gott að bæjarstjóri sé að taka samtali við þá sem er að koma í dýpkunna í andi 0 og að skipið verið staðsett hér sem skiptir oft á tíðum bara sköpum þegar dýpkunnaglugganir koma og ég sit í bæjarráði ásamt Eyþóri og Jóni Þór og þar munum við að sjálfsögðu fylgjast vel með og þrýsta á þegar við getum og svona reyna að vera með puttan á púlsinum og gera það sem að gera þarf og það hefur verið hefð fyrir því í bæjarstjórn að bæjarstjórnin öll sé samstíga í þessum málum, í samgöngumálum og hái þá hagsmunagæslu sem við þurfum að há saman sem eining og ég á ekki von á öðru en að svo verði áfram og enda er þetta bara langmikilvægasta hagsmunamálið okkar. Fyrir. Þetta bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson, fleiri sem vilja ræða þennan lið. Ef ekki þá ætla ég að fá leyfi frá varaforseta til að fá að leggja nokkur orði í belg. Ég tek bara fyllilega undir það sem hefur komið hér fram í bæði máli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa. Ég vil líka aðeins minnast á, það er auðvitað búið að vera þung umræða fyrir vestan gagnvart því að það samfélag sé að missa Baldur sem hefur verið að þjónusta okkur hér vel og við höfum fundið það hvað líkt kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarssonar hvað þetta skiptir okkur máli að þegar við erum með nægilegt framboð að þá skapast eftirspurn og það er bara búið að vera virkilega ánægilegt að sjá þær fara ferjurnar til móts gegn hvor annarri en á sama tíma og við hér örugglega inni eru þau sem að skiljum hvað mest stöðu
þeirra sem að búa við Breiðafjörðinu og Vesturlandi vel, af því það þetta algjörlega óásættanlegt að mannanna verk sé að skerða samgöngur annarra. Og ég skil það líka vel að alveg eins og við höfum hér mótmælt og gagnrýnt því að Herjólfur III hefði fengið að drabbast niður og það hefði þurft gríðarlegt grettis átaka að reyna að koma honum í starfhæft ástand, að þá þarf bara að sinna þessum ferjumálum mikið betur og öflugar og það þarf að bretta upp ermar hvað ferjumál í landinu varðar og það í rauninni hefur ríkisstjórnin sjálf viðurkennt í samgönguáætlun sinni þar sem að talað um mjög svo aldraðan flota ferja í landinu. En ég ætla þá að fá að lesa upp hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem er svohljóðandi. Þær aðstæður sem hafa verið uppi í ferjusamgöngum við Vestmannaeyjar í kjölfar bilunar borð í Herjólfi sýna fram á ótvírætt mikilvægi þess að hafinn verði undirbúningur að smíði nýrrar ferju. Það mikilvægt að hægt sé að halda uppi eðlilegum samgöngum við Vestmannaeyjar sem annað þörfum samfélagsins án þess að skertar séu samgöngur annarra landshluta. Og undir þessa bókun taka allir bæjarfulltrúar. Þá það liður 2, þá erum við búin að afgreiða lið 1, ef að enginn vill ræða þessa bókun. Og þá það liður 2 sem samkomulag ríkis- og sveitarfélaga börn með fjölþættan vanda, en breyting á skilgreiningu og ábyrgð. Og ég ætla að fá að lesa hér bókun, en Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt reglugerð sem að mati Sambands íslenskra sveitarfélaga gengur gegn samkomulagi ríkis- og sveitarfélaga frá 19. mars 2025 breytta ábyrgðarskiptingu í málefnum barna með fjölþættan vanda. Með nýrri reglugerð hefur ríkið einhliða endurskilgreint og þrengt þann hóp barna sem fellur undir samkomulagið og sent reikninginn á sveitarfélög landsins. Og bæjarstjóri mun koma hér og reifa aðdraganda og stöðu málsins áður en ég gef orðið laust. Gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta samkomulag sem loksins náðist eftir mjög langan tíma markaði ákveðin tímamót og létti svona, hvað skulum segja, létti andrúmsloftið í samskiptum ríkis- og sveitarfélaga gagnvart því að við erum auðvitað með mörg verkefni þar sem að við erum í, hvað ég var að segja, í átökum það verkefni sem við sinnum fyrir hönd ríkið þar sem að við teljum ekki sér greitt með. Og þetta verkefni var meðal annars eitt af þeim, varðandi þessi börn með þennan fjölþætta vanda og það var mikið húllum hæ þegar þetta samkomulag var samþykkt núna á síðasta, það hvað komið 1,5 ár síðan held ég, eitthvað svoleiðis. En það náttúrulega algjörlega galið að samkomulag sem byggist á reglugerð skilgreiningu á því hvaða þýðir að barn sem fjölþættan vanda og byggði á því að á þeim tímapunkti þegar staðan var tekin að þá var þetta ákveðin fjöldi barna og þannig var framlagið reiknað út. Það ákveðinlega bara galið að því sé svo breytt einhliða af ríkinu sem þýðir í raun að framlagið sem ríkið að setja inn í þennan málaflokk til að takast á við þennan vanda sem auðvitað vanda okkar allra bæði sveitarfélag og ríkisins og samfélags í heild. Að þau breyti bara skilgreiningunni sem þýðir að framlagið frá ríkinu fellur helming. Og þetta eru einhverjir milljarðar, allavega tæplega 2. Og þessu hefur verið harðlega mótmælt og þau skilaboð sem við höfum fengið frá sambandinu og eru að koma frá sveitarfélagunum að því bara haldið fram að ríkið sé að skilgreina sig frá ábyrgð á tilteknum hópi barna með tilheyrandi óvissu og auknum kostnaði fyrir sveitarfélögin. Og þessi samningur var til þess að sveitarfélögin gætu betur áætlað inn í þessa liði sem eru auðvitað þegar við erum að mæta börnum með vanda. Að minnsta kosti þessi 3. stigs börn væru á framfyrði ríkisins hvað þetta varðar og svona, hvað ég var að segja, úrræði. En sko, það sem að málið statt núna að það búið að gefa út þessa reglugerð og áhyggjurnar sem að bæði
sveitarfélögin hafa og þetta sambandið fyrir okkar hönd að þegar búið að ná samkomulagi ábyrgðarskiptingu og fjármagn að ríkið geti einhliða breytt forsendunum fyrir samkomulaginu. Samkomulagið ennþá í gildi en reglugerðin sem samkomulagi byggir á einhliða breytta ríkinu. Og þetta eru ekki góð skilaboð inn í samtal milli ríkis og sveitarfélaga. Og það eru bara áhyggjurnar sem við höfum, ekki bara í þessu máli, heldur líka öðru, að því það eru málaflokkar sem eru ekki að fullu fjármagnaðir af hendi ríkisins sem sveitarfélögin sjá og svo kemur það fram að það eru engin fagleg rök sem liggja á bak við breytingun og skilgreiningunni. Samtali var ekki tekið, heldur kom bara fram ný skilgreining sem þýðir það að ríkið þarf að setja helmingi minni fjármuni inn í það að takast á við þennan vanda sem gríðarlega mikill og það náttúrulega algjörlega ömurlegt að við getum ekki verið með góð úrræði fyrir börn með þennan fjölþætta vanda. Og þetta sameiginlegt verkefni og þarna var búið að skipta því á milli, hver bæri ákveða hvaða þætti og nú búið að kollvarpa því og það það sem við höfum virkilegar áhyggjur af því að við erum svolítið komin á byrjunarreit varðandi það hvernig skiptingin og líka þetta traust sem að þetta samkomulag átt að byggja milli ríkis og sveitarfélaga. Íris Róbertsdóttir, einhverjir sem vilja ræða þennan lið. Bæjarfulltrúi Kjartan Vígdór Ólafsson, gjörðu svo vel. Forseti, með þessari ræðu langar mig að vekja athygli á þessu máli sem snýr að einum viðkvæmasta hópi barna í okkar samfélagi, en það eru börn með fjölþættan. Hér að ræða börn með flóknar tauga- og þroskaraskanir, geðrunarvanda, tengslavanda og í sumum tilfellum einnig með vímuefnavanda. Einnig falla þau undir börn sem þurfa mjög umfangsmikla þjónustu barnaverndar vegna vanrækslu og ofbeldis. Ríki og sveitarfélög komust að samkomulagi árið 2015 skýra ábyrgðarskiptingu gagnvart þessum hópi. Byggt var á sameiginlegri skilgreiningu á hvað börn ættu rétt á þessari þjónustu og hversu stór hópurinn væri á landsvísu. Tilgangurinn var að tryggja börnum nauðsynleg úrræði og létta jafnframt á þeirri miklu ábyrgð og kostnaði sem sveitarfélögin hafa borið. Nú hefur mennta- og barnamálaráðuneytið hins vegar gefið út reglugerð sem þrengir skilgreininguna verulega. Afleiðingin sú að mun færri börn falla undir samkomulagið en upphaflega var gert ráð fyrir. Samband íslenska sveitarfélaga hefur bent á að árið 2024 hafi 34 börn fallið undir skilgreininguna en á þessu ári hafa aðeins verið samþykkt greiðsla fyrir 17 börn. Þetta ekki aðeins fjárhagslegt álitamál heldur einnig spurning traust. Sveitarfélögin telja að ríkið sé að víkja frá sameiginlegu samkomulagi og færa kostnað og ábyrgð aftur yfir á sveitarfélögin án þess að nauðsynleg úrræði fylgi með og það eru mikil vonbrigði. Sem betur fer erum við ekki með barn í þessum hópi hjá okkur þessar mundir en það getur breyst hvenær sem og því skiptir máli að ábyrgðin sé skýr og þjónustan sé til staðar þegar hennar þörf. Á sama tíma stöndum við hér frammi fyrir því að öðrum mjög krefjandi verkefnum, meðal annars vegna fjölgunar fatlaðra barna í lengri viðveru eftir skóla. Sá hópur mun á komandi vetri tvöfaldast með tilheyrandi kostnaði og mannafla þörf fyrir sveitarfélagið. Við þurfum því að standa vörð þau samkomulag sem gerðir á milli ríkis og sveitarfélaga. Þegar ræða viðkvæmustu börnin í samfélaginu má fjárhagsleg hagræðing aldrei verða til þess að ábyrgð sé færð á milli kerfa á kostnað barna og þeirra sveitarfélaga sem bera hitann og þungan af þjónustunni. Takk fyrir þessi orð, Kjartan Vígdór Ólafsson. Eru fleiri sem vilja ræða þennan lið sérstaklega? Ef ekki, þá málaskrá tæmd og ég legg hér fram sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem þá svohljóðandi. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir þungum áhyggjum af nýrri reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins sem gengur gegn samkomulagi ríkis og sveitarfélaga frá 19. mars 2025 ábyrgð á þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Með reglugerðinni hefur ríkið einhliða þrengt skilgreiningu á hópnum og skilur þannig eftir ábyrgð og kostnað hjá sveitarfélögum sem á grundvelli samkomulagsins á heima hjá ríkinu.
Bæjarstjórn telur breytinguna óásættanlega, án fullnægjandi faglegra raka og fela í sér alvarlegan trúnaðarbrest af hálfu ríkisins gagnvart sveitarfélögum. Við skorum á ráðuneytið að afturkalla reglugerðina og taka þá ábyrgð og skuldbindingu sem samið var um. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar bæjarstjórnar. Þá komið að lið 3 í dagskrá bæjarstjórnar sem er liðurinn siðareglur kjörinna fulltrúa Vestmannaeyjabæjar. En samkvæmt sveitarstjórnarlögum þá ber sveitarstjórn hverju sinni að setja sér sínar eigin siðareglur sem ná til allra kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn og nefndum og ráðum sem sveitarstjórn skipar og meta hvort ástæða sé til að endurskoða gildandi siðareglu sveitarfélagsins og tilkynna ráðuneyti niðurstöðu sína. Ég fór yfir siðareglurnar sem hafa verið hingað til samþykktar óbreyttar síðan 2015 og lagði fram ákveðnar tillögur að breytingum. Og það eru til, sambandið hefur verið með svona leiðbeiningaskjal þar sem almennt rætt siðferði og siðareglur og svona óskráðar og skráðareglur. Af því að siðareglur eru í rauninni ekki lagareglur, heldur svona hluti af óskráðu siðferði sem einnig felur í sig verðmæti og gildismat, dygðir og lesti einstaklinga, skyldur og ábyrgð. Og siðareglur eru oftast svona almenn og óskráð viðmið breytni og gildismat. Við draga til dæmis fram mikilvægi þess að segja sannleikann, að gefa ekki fölsk loforð, standa við gefin loforð og skuldbindingar, leika ekki tveimur skjöldum, koma fram af heilindum, forðast baktal og undirróður og ýmislegt annað. Og í þessum leiðbeiningum frá sambandinu eru bara mjög svona góð umfjöllun og ég hvet bara bæjarfulltrúa til þess að kynna sér þar. En þar einmitt komið inn á þetta að samkvæmt sveitarstjórnarlögum ber okkur svona að yfirfara þær gildandi siðareglur sem eru hverju sinni og ef þær eru ekki tilgildandi að setja sér þær nýjar. Og ef ég fer bara núna svolítið yfir það sem er breytt, já í fylgigögnunum með fundaboði að þá fylgdu þær tillögur af breytingum eða þess að siðareglurnar eins og þær væru nýjar. Og í fylgigögnum með fundaboði fylgdi einnig stefna Vestmannaeyjabæjar gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustað sem samþykkt var árið 2021 og í daglegu tali nefnt ECHO-stefnan og mikilvægt að kjörnir fulltrúar kynni sér og tilengi sér. Nú stærstu breytingarnar sem eru fólgnar í skjalinu fyrir utan svona eitthvað fíniseringar eins og skellin skjaldamerki sveitarfélagsins og umorða nafnið, þetta í dag þá siðareglur kjörinna fulltrúa Vestmannaeyjabæjar í stað kjörinna fulltrúa hjá Vestmannaeyjabæ, að þá bætt við í fyrstu setningu annarrar greinar orðunum og heiðarleika. Í setningunni í störfum sínum skulu kjörnir fulltrúar koma fram af háttvísi og heiðarleika. Þriðja greinin í eldri siðareglum svo tekin út og sameinuð 7. grein en nýrri grein bætt við sem 3. grein sem heitir þá framferði kjörinna fulltrúa sem þá hljómar svo. Kjörnir fulltrúar skulu gæta þess að framkoma þeirra og athafnir samrýmist starfi þeirra og þeir forðist að aðhafast nokkuð sem gæti orðið þeim eða Vestmannaeyjabæ til vanvirðu og álits hnekkis. Í störfum sínum skulu kjörnir fulltrúar koma fram af heiðarleika og kurteisi og sýna hver öðrum íbúum, viðskiptavinum og starfsfólki sveitarfélagsins fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. Kjörnir fulltrúar skulu leggja sig fram að skapa í störfum sínum heilbrigt vinnuumhverfi. Svo það þá 7. greinin sem að 3. grein var sameinuð við, hún þá orðin svo hljóðandi. Kjörnir fulltrúar skulu gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi Vestmannaeyjabæjar. Þeir skulu sýna störfum og réttindum annarra kjörinna fulltrúa og starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar virðingu. Kjörnir fulltrúar hafa ekki boðvald yfir einstaka starfsmönnum sveitarfélagsins. Þeir mega ekki hlutast til að starfsmenn geri neitt það sem hefur þann tilgang að verða kjörnum fulltrúa á beinan eða óbeinan hátt til hagsmunalegs ávinnings, né heldur aðila nátengdum honum eða ákveðnum hópum eða fyrirtækjum. Engar aðrar efnislegar breytingar hafa annars verið gerðar á skjalinu. Þá tillagan hér lögð fram með þeim breytingum sem hafa verið reifaðar. Vill einhver ræða breytingarnar áður en við göngum til atkvæða?
Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, gjörðu það svo vel. Já, forseti. Lífið verður á einhvern hátt flóknara með hverju árinu. Mannfólki nær að koma sér í þá stöðu að flækja hlutina þar sem við eigum erfitt með að lifa í sátt og samlyndi
Þá hefjum við aftur fund eftir þetta stutta hlé til að lagfæra hljóð. En í ljósi þess að það skorti hljóð í ræðu bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar þá býð ég honum að koma hér aftur upp í pontu. Gjör svo vel, Eyþór Harðarson. Já, forseti. Þetta í fyrsta sinn sem ég klappar upp með sömu ræðuna í bæjarstjórn. Lífið verður á einhvern hátt flóknara með hverju árinu. Mannfólki nær að koma sér í þá stöðu að flækja hlutina þar sem við eigum erfitt með að lifa í sátt og samliti eftir einföldu regluverki. Alltaf erum við að búa til nýja reglur, ný lög eða uppfæra eldri reglur til þess að halda okkur á réttri braut. Umræðan á vormánuðum starfsmannamál hjá sveitarfélaginu fór í þann farveg sem ég fannst ekki vera sómi að fyrir þá sem keyrðu þá umræðu áfram á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum. Í raun var þetta ekkert annað en aðför og ærumeiðingar á bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda kosninga í þeirri von að okkur tækist ekki að landa kosningasigri. Mér fannst sómakenndin á lágu flugi á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar að fulltrúar Miðflokksins gengu fram þegar kosið var bæjarstjóra og langaði mig að rifja upp brot af bókuninni með leyfi forseta. Undanfarið hafa komið fram fréttir af slæmum starfsanda og framkomu gagnvart starfsfólki. Þær upplýsingar falla að þeim áhyggjum og þeim orðrómi sem heyrst hefur nokkurt skeið. Við teljum því ekki rétt að halda áfram á sömu braut. Af þeim sökum getum við ekki stutt ráðningu bæjarstjóraefnis Sjálfstæðisflokksins og leggjum þess í stað til að Trausti Hjaltason verði ráðinn bæjarstjóri. Tilvitnun lýkur. Ég ætla að vona að Miðflokksfólk horfi á þetta sem illa ígrundaða bókun nú í dag. Að kjörnir fulltrúar sem eiga eftir að vinna með hag sveitarfélagsins að leiðarljósi velji þá leið að bóka svona við ráðningu á framkvæmdastjóra bæjarfélagsins sem þau eiga eftir að vinna með næsta kjörtímabil mér óskiljanlegt. Til að toppa þetta lágflug Miðflokksmanna þá fannst mér sérstakt að þau myndu ekki leggja til að Sæunn Magnúsdóttir, bæjarstjóraefni Miðflokksins, yrði bæjarstjóri úr því að þau gátu ekki stutt við ráðningu á bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins. Þess í stað lögðu þau til að einn bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins yrði ráðinn bæjarstjóri sem var ekki á fundinum. Og hvað þá að hann vissi af því að Miðflokkurinn væri að leggja til að hann yrði bæjarstjóri. Sýnum störfum bæjarstjórnar meiri virðingu en svona fíflagangur, leyfi ég mér að segja. En ég er bjartsýnn maður að eðlisfari og vona svo innilega að þetta hafi verið frumhlaup eða byrjundamistök Miðflokksmanna. Ég þekki báða fulltrúa Miðflokksmanna af góðu einu og reikna með að þessari vegferð sé lokið hvað starfsmannamál sveitarfélagsins varðar og þeim verði beint í viðeigandi farveg í framtíðinni þegar og ef þess verður þörf. Að loknum hvet ég kjörna fulltrúa að kynna sér siðareglunar sem eru nú til endurskoðunar. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Kjartan Víta Ólafsson, gjörðu svo vel. Forseti, á fundi bæjarráðs síðastliðinn mánudag var fjallað siðareglur kjörinna fulltrúa Vestmannaeyjabæjar sem við fjöllum hér. Í fundagerð kemur fram að sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs hafi farið yfir ábendingar starfsfólks Ráðhússins í tengslu við opinbera umræðu, vinnustæðin sem kom fram í framhaldi af umræðu sem átti sér meðal annars stað hér á fyrsta bæjarstjórnarfundi nýkjörinna bæjarstjórnar. Eitt það að vera ósammála hvaða einstaklingur sé ráðinn bæjarstjóri, en ég get staðið hér sem starfsmaður Ráðhússins og hafnað öllum þeim ásökunum sem bornar voru á borði í bókun Miðflokksins í garð bæjarstjórans Írisar Róbertsdóttur. Hér hef ég starfað í 1,5 ár og ég hef aldrei upplifað eða heyrt af slæmri hegðun bæjarstjórans frá samstarfsfólki mínu hér í Ráðhúsinu á þeim tíma eða upplifað slæman starfsanda hér í þessu húsi. Starfsmál Ráðhússins og annarra stofnana bæjarins eiga ekki vera leyst hér á borði bæjarstjórnar. Verklag til þeirra verka eru til staðar og við kjörnir fulltrúar verðum að treysta sviðsstjórum og öðrum til þeirra verka og vera ekki að bera hér á borð sögusagnir inn á bæjarstjórnarfundi í pólitískum tilgangi.
Takk fyrir þetta, Kjartan Vító Ólafsson. Eru fleiri sem að vilja ræða þennan lið? Ef ekki, þá bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, hér til umræðu siðareglur sem að okkur ber sem bæjarstjórn að yfirfara og samþykkja og eðlilegt að við samþykkjum í byrjun kjörtímabils og það bara vel. Fannst mig knúinn til að koma hérna upp þar sem að það var verið að rifja upp bókun á síðasta bæjarstjórnarfundi sem að ég var í. Bara taka fram að svo sem truflaði mig ekkert mikið þó að vissulega hefði verið þægilegra að vita af því fyrirfram að þetta stæði til. En mér þótti svo sem bara vænt það að bæjarfulltrúar hefðu trúað mér í starf bæjarstjóra. En starfsmannamál auðvitað bara alltaf viðkvæm og sérstaklega í okkar litla samfélagi og geta slík mál bara verið mjög snúin og þess vegna þurfum við öll að vanda okkur og reyna eftir fremsta megni að vinna þau af eins mikilli virðingu og fagmennsku og við getum og ég veit að við erum öll að reyna að gera okkar besta í því en þetta getur verið mjög snúin mál og í okkar litla samfélagi og allt sem að við kemur svona erfiðum og þungum málum verður einhvern veginn svona alveg ekstra þungt í svona litlu samfélagi sem allir þekki alla einhvern veginn og þess vegna þurfum við líka að vanda okkur ekstra mikið. Takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Ef ekki ætla fleiri að leggja orð í belg þá ætla ég að leggja hér fram tillögu sem að fylgdi með fundarboði bæjarstjórnar að breytingum siðareglna kjörinna fulltrúa Vestmannaeyjabæjar eins og hún lá fyrir með fundagögnum fyrir atkvæðagreiðslu bæjarfulltrúa. Þeir sem eru siðareglunum samþykkir vinsamlegast gefi merki með handa uppbreytingu og þær eru hér samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum og þá legg ég til að eftirfarandi verði niðurstaða fundarins, niðurstaða þessa máls, að tillaga að breyttum siðareglum kjörinna fulltrúa Vestmannaeyjabæjar var samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Bæjarstjórn felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að tilkynna samþykktar siðareglur til innviðaráðuneytis. Siðareglunar skulu lagðar fram í fastanefndum sveitarfélagsins. Þeir bæjarfulltrúar sem að samþykja þessa niðurstöðu vinsamlegast gefi merki með handa uppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá erum við búin að ganga frá þessum lið og þá það næst liður 4 sem fyrirhuguð fækkun lögreglu embætta. En í fjölmiðlum hafa verið umfjöllun fyrirhugaða hugmyndir dómsmálaráðherra varðandi fækkun lögreglu embætta úr 9 í 4 til 5 og hefur dómsmálaráðherra lagt slíkar hugmyndir fram á fundi ríkisstjórnar og lögregluráðs líkt og kemur fram í opinberri umræðu og í rauninni umfjöllun þetta mál og umfjöllun málið laust til umræðu. Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, enn á ný þarf landsbyggðin að verja stöðu sína gagnvart hugmyndir ríkisvaldsins sameiningu stofnana sem hafa fyrst og fremst í för með sér að stjórnun og ákvarðantaka flytist af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Vestmannaeyjar búa yfir einstakri sérstöðu sem eyjasamfélag og reynslan hefur ítrekað sýnt fram á mikilvægi þess að lögreglustjóraembættið sé staðsett í Vestmannaeyjum. Nálægð stjórnenda við samfélagið, þekking á staðbundnum aðstæðum og geta til skjótra viðbragða skiptir þar verulega miklu máli. Því mikilvægt að efla og standa vörð sjálfstætt lögregluembætti í Vestmannaeyjum og hafna fyrirhugum sameiningu lögregluembætta sem veikja stöðu samfélagsins og færa
stýringu embættisins enn frekar frá íbúum. Þetta eru einhver svona texti sem að ég hripaði niður fyrir fundinn. Maður hefur sett fram marga sambærilega texta þar sem að það verið einhvern veginn alltaf vera fyrsta hugmynd hjá pólitíkusum sem að koma nýjir inn í ráðuneytin og embættismennir eru fastir í því hjólfari að það eigi að sameina og hagræða og alltaf skal byrja á landsbyggðinni. Og alltaf skal stjórnunin færð á höfuðborgarsvæðið og það vita það allir sem að hafa stjórnað fyrirtæki eða stofnun í Vestmannaeyjum að það er best að stjórna stofnun eða fyrirtækinu verandi staðsettur í Vestmannaeyjum. Þannig að ég óttast þessar fyrirætlanir og bara legg til að við sem bæjarstjórn reynum að standa saman í að tala gegn þessu. Þetta minnir mann óneitanlega á þá baráttu sem við háðum þegar það átti að sameina sýslumannsembættin, fækka þeim. Blessunarlega í einni af þeim baráttum sem við háðum þá tókst okkur að fá aukin verkefni til sýslumannsins í Vestmannaeyjum og það styrkti embættið verulega og ég held að það hafi hjálpað embættinu núna að vera með aukin verkefni og svona bara standa vörð þá starfsemi sem hérna í Vestmannaeyjum og auðvitað er það svolítið okkar hlutverk sem kjörnir fulltrúar að gera það og þannig að það er mér bara hjartans mál að við stöndum saman gegn þessu og það er bara mjög pirrandi að það skuli ekki vera betri skilningur á því að það megi líka vera með stjórnunina á landsbyggðinni. Að hún þarf ekki öll að vera í miðborg Reykjavíkur. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason. Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa hér upp sameiginlega bókun bæjarstjórnar og hún er svohljóðandi. Mikilvægt er að horfa til mögulegra áhrifa fyrirhugaðra sameiningastofnana, meðal annars með tilliti til þess að stjórnun og ákvarðanataka flytjist í auknum mæli til höfuðborgarsvæðisins. Vestmannaeyjar búa yfir sérstakri stöðu sem eyjasamfélag og reynsla bendir til þess að staðsetning lögreglustjóra embættis í Vestmannaeyjum sé mikilvæg, meðal annars vegna nálægðar við samfélagið, þekkingar á staðbundnum aðstæðum og getu til skjótra viðbragða. Því er rétt að hafa þessi sjónarmið til hliðsjónar og leggja áherslu á að viðhalda öflugu og sjálfstæðu lögreglustjóra embætti í Vestmannaeyjum við endurskoðun á skipulagi embættanna. Bókun lýkur og undir þetta taka allir bæjarfulltrúar bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þá göngum við næst í lið 5 sem er þá nýr liður og heitir bæjarstjóri, yfirferð helstu mála og í ljósi þess að bæjarstjóri er ekki lengur kjörinn fulltrúi heldur ráðinn starfsmaður var ákveðið að nýr almennur liður eru tekin inn á dagskrá þar sem bæjarstjóri fer yfir þau helstu verkefni sem á daga hefur drifið og gefur okkur bæjarfulltrúum og íbúum þá yfirferð á þeim verkefnum og Íris Sófusdóttir bæjarstjóri gjör svo vel. Forseti, já. Ég hef áður á fundunum farið yfir samgöngumálin, þannig að ég mun ekki fara yfir það sem snýr að þeim hér í þessari samantekt. En það sem er svona það helsta sem hefur verið í gangi á milli funda bæjarstjórnar, auk þess sem alltaf þá er fjárhagsáætlunarvinnan komin vel á stað og það sést hér á fundagerum á eftir að hún er komin inn í bæjarráð á síðustu 2 fundum. Og það er auðvitað snýra tímalínu og skipulagi og það er farið að vinna forsendur og vinna með forstöðumönnum og sviðsstjórum og fjármálastjóra er í fullum gangi og sumarið er notað til að undirbúa vinnu haustsins og forstöðumenn skila til dæmis inn núna fyrir sumarfrí þá skila inn svokölluðum óskum varðandi bæði fjárfestingar og reksturinn fyrir árið 2027. Inn í þetta spilar líka því
sá fjárhagsrammi sem að kemur fram hérna eins og fundinum og eftir sem að bæjarráð í rauninni setur forstöðumönnum og sviðsstjórum. Þannig þessi vinna er bara í gangi og mun koma aftur inn til bæjarstjórnar strax í september og verður unnin að bæjarráði og starfsfólki núna í sumar. En mig langar einnig að fara yfir stórt mál sem snýr að stöðu og tímasetningu vegna útlagningar og framleiðslu og almannavarnarlögninni NSR 4. Eins og við vitum öll að þá varð NSR 3 fyrir tjóni 2023 í nóvember og í framhaldi af því, reyndar ekki fyrir en það bil ári seinna, var tekin ákvörðun að fjárfesta í almannavarnarlögn NSR 4 að því að staðan er bara einfaldlega þannig að við, ólíkt öllum öðrum sveitarfélögum á landinu, þurfum að vera með varaleið. Það er bara í svona 5-6 vikur á ári hægt að gera við vatnslögn og raflögn og allt og þess vegna erum við til dæmis að hluta til, er það öryggisatriði að í rauninni erum við með 3 strengi í sjó núna í rafmagni þó að í rauninu þetta 2 þeirra séu svona á fullri spennu en ekki sá 3. En að minnstakosti þá er þetta á áætlun NSL 4 og það er núna verið að ganga frá tryggingum út af flutningi á lögninni hérna til Íslands og samningum vegna svokallari þverunar. Það þarf að fara yfir strengi sem liggja og það verður að ganga frá þeim samningum og skrifundi það svo að sé allt klárt áður en farið á stað. Og eins og í upphaflega samningnum þá var áætlað að við fengjum lögnina aðfenda 1. ágúst 2026 og það á að standast. Það er ennþá dagsetningin og sem þýðir það að hún fer þá í skip 1. ágúst og öllum líkindum svona 5-6 dögum seinna verður byrja að leggja hana hér út. Og þetta er bara mikið hagsmunamál, þetta er öryggismál og þegar þessu verður lokið, það verður búið að leggja út þessa NSL 4, þá er hægt að fara að huga að viðgerð á NSL 3 af því að við viljum ekki hreyfa lögnin eins og hún er í dag. En svo eru þetta samtalið við ríkið, er ennþá í gangi og við ætlum okkur auðvitað ekki að íbúar í Vestmannaeyjum greiði fyrir þessa lögn sem er almannavarnaleiðsla. En varðandi framkvæmdahlutann þá er hann á góðum stað. Farin er að stað vinnan við atvinnustefnuna og farið að kalla til hagsmunahópa. Búið er að funda með 2 hagsmunahópum og gekk svo vinna vel. Haldið verður áfram núna bara eftir sumarleyfi í lok ágúst reiknum við með og þá verða fleiri hagsmunahópa boðaðir til þannig að við fáum svona breiða mynd af því og söfnum þessum gögnum sem við erum, það er vinnuhópur fyrir hönd bæjarráðs sem er í þessari gagnaöflun og svo verður þetta auðvitað tekið inn í pólitíska vinnu. En þetta er mjög mikilvægt plagg. Við fengum forsætisráðherra í heimsókn eða réttara sagt óskaði forsætisráðherra eftir að koma í heimsókn til okkar og til þess að fara yfir ákveðin mál og það var bæjarstjóri sem hitti hana fyrir hönd sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, forseti bæjarstjórnar fyrir hönd bæjarstjórnar, formaður bæjarráðs fyrir hönd bæjarráðs og formaður framkvæmda og hafnaráðs fyrir hönd framkvæmda og hafnaráðs vegna þess að þetta var ekki það sem við getum kallað venjuleg heimsókn ráðherra. Venjulega er það þannig, alveg svo hefur komið fram með heilbrigðisráðherra, við erum óska eftir að þau komi og heimsækja okkur en ráðherra óskaði eftir því að koma í tengslum við atvinnustefnu fyrir Ísland, vinnunni og í rauninni var það skrifstofa forsætisráðherra sem skipulagði heimsóknina. Við fylgdum forsætisráðherra ekki eftir eins og við gerum venjulega þegar ráðherrar koma en þessir aðilar sem ég taldi upp hér áfram ásamt starfsfólki fóru yfir það sem forsætisráðherra vildi ræða sem var stórskipakantur utan Eiðis. Og það voru í rauninni, var farið og það var Laxey, var heimsótt og Eyjagöng og svo vildu þau ræða stórskipakantinn og þetta snýr að þeim verkefnum sem forsætisráðuneytið er með verkefnastjóra í til að byggja upp nýja atvinnuvegi og hversu hratt getum við verið fram bara til að auka verðmætasköpun í landinu og ekki bara fyrir Vestmannaeyjar heldur fyrir Ísland. Þannig fundurinn var að því leitinu ólíkur því sem við venjulega gerum. Það er annað fundaform oft eru fundir með bæjarráði eða bæjarstjórn þegar svona aðilar koma en þetta var skipulagt af hálfu forsætisráðuneytisins og dagskráin sett upp af þeim. En gríðarlega mikilvægt að geta komið
þessum upplýsingum á framfæri með starfsfólkinu varðandi stórskipakantinn og vonandi bara hjálpar þetta samtal okkur í þeirri nauðsynlegu uppbyggingu sem sá kantur er. Og svo langar mig að því það er 1. júlí að minnast á 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar og auðvitað náttúrulega er staðan þannig að Þór átt að vera hér í dag en við öll sem fylgjumst með fréttum vitum af hverju að hann er ekki hér. Hann er í verkefnum og hér átti forseti Íslands að vera og dómsmálaráðherra og fyrrverandi forseti og mikil og skemmtileg bara svona athöfn niður á bryggju. En það var því miður ekki en Þór og þau vilja reyna að koma með skipið þá í haust eða síðsumars bara í tilefni 100 ára afmælisins og af hverju vildi Þór vera hér á þessum degi, af því þetta er dagur þar sem Landhelgisgæslan var stofnuð, en auðvitað þá eigum við Vestmannaeyingar mjög stóran þátt í því að Landhelgisgæsla Ísland var stofnuð. Björgunarfélag Vestmannaeyja keypti Þór árið 1920, rak hann í 6 ár og þá tekur í rauninni gæslan við skipinu og ríkið tekur við skipinu og Landhelgisgæsla Íslands er stofnuð. En þessi einstaka saga Þórs auðvitað upphaf Landhelgisgæslunnar minnir okkur á mikilvæg þjóðarverkefni sem geta átt rætur í staðbundnum frumkvæði, samstöðu og ábyrgðartilfinningu og af þeim sökum skipa Vestmannaeyjar og Björgunarfélag Vestmannaeyja ávallt mikilvægan sess í sögu Landhelgisgæslu Íslands. Og ég held að við Eyjamenn getum verið ákaflega stoltir af þessu frumkvæði sem var á þessum tíma og þetta sýnir okkur að það er ýmislegt hægt að gera þó hlutirnir séu aðeins flóknari en þeir voru kannski 1920 en við, þó við séum ekki stór, þá getum við gert ýmislegt. En talandi stór, þá langar mér að fara yfir í gríðarlega stóran áfanga og ég hef nú ekki lagt það í vana minn að vera að tala einstök fyrirtæki hér í pontu. En ég get ekki annað en minnst á þessa gríðarlegu uppbyggingu Laxeyjar og þessa vörðu sem varð núna sem þýðir að það er búið að fjármagna 38 milljarða uppbyggingu, bæði með hlutafé og sambankaláni. Og þetta er bara gríðarlega stórt verkefni, eða stórt skref fyrir Laxey og stórt skref fyrir Vestmannaeyjar. Að því sem segir okkur það að þetta risastóra verkefni sem var bara hugmynd 2019 er orðið að langstæðstu fjárfestingu í sögu Vestmannaeyja á svona skömmum tíma og er eitt af því sem að er líka ekki bara fjárfesting og mun skila sér í aukinni framleiðni hér í Vestmannaeyjum, heldur aukinni framleiðni fyrir Ísland. Þannig að ég held að við getum fagnað því sem bæjarstjórn að þessu skrefi sé náð. Og svo endingu, þá langar mig bara að minnast á Goslokahátíðin okkar sem er framundan. Það bæjarbúar hafa tekið við sér, nú eru komin í fánar allt og við erum farin sveitafélagi búið að setja veifur og fána upp og spennandi dagskrá er framundan, hún hófst í gær í rauninni með leikvopnum Lotto á Stakkó og svo bara minni ég á að þetta er app, það þarf að fara inn í appið, það er aðeins svona stundum smá vandræði og það er svona allavina, meðal annars ég voni sé ekki að upplýsa neitt þegar forseti bæjarstjórnar var að leiðbeina móður sinni á Facebook með hvernig maður opnaði þetta. En það er ofsalega gott að hafa þetta inn í þessu appi, það meira sé að flipi sem stendur opnanir, þannig að ef ykkur langar á opnanir að þá er hægt að fara inn í það í appinu. En þetta er spennandi og fjölbreytt dagskrá sem mun vera að fullum krafti setninginni hér klukkan korter í 4 á morgun hérna á bakvið í Ráðhúslundunum okkar og ég bara hvet ykkur og bæjarbúa til að taka þátt og ég veit það eins og endranær að þetta verður góð helgi og við erum bara þakklátt fyrir það að okkar viðburður sem var eldgos hafði upphaf og endi og því ber að fagna. Takk fyrir það, bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir. Er einhverjir sem vilja ræða undir þessum lið? Trausti Hjaltason hefur beðið orðið, gjör svo vel. Forseti. Ég er greinlega með meiri frákvör að tala í pontu heldur en ég hélt. En byrjaði að þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð. Hún var nú eiginlega bara stórmerkileg og ég bara gat ekki setið á mér vegna þess að
þessir liðir sem hún fór yfir eru raun og veru allir svo rosalega stórir og mikilvægir fyrir samfélag okkar að ég held að sé nú bara ágætt að ræða hérna á bæjarstjórnarfundi og ég held að það sé verði til bóta að fá inn punta frá bæjarstjórnum hvað svona það helstu málunum sem á borði bæjarstjóra hverju sinni og gefa bæjarfulltrúum þá tækifæri á að ræða málin og spyrja. Nú, það var rætt almannavarnalög sem eru auðvitað bara milljarða framkvæmd og mikið í húfi fyrir okkur. Bæjarstjóri fór yfir eins og hún orðaði það samgöngur hér fyrir á fundinum og þar auðvitað okkar stærsta mál og þar nú bara loksins eitthvað búið að vera að gerast og svona eitthvað ljós, glittir í ljós og það þetta með dýfkunna og síðan auðvitað Baldur að þjónusta okkur núna með sem bara vel og við erum hér á þessum fundi að krefjast smíði á ferju sem líka nokkuð stórt. Forsætisráðherra kom og heimsótti okkur og þar fór hún og kíkti á jarðgöngin. Það sömuleiðis stórt og ég ætla að tengja það aðeins við þetta er svolítið merkileg saga sem bæjarstjóri fór yfir varðandi Landhelgisgæsluna að þá vorum við Eyjamenn sem að sýndum frumkvöðla kraftin í okkur og eins og við getum sýnt á okkur og mér finnst það svolítið speglast í kraftinu sem í Eyjagöngum hjá þeim og þegar við Eyjamenn tökum okkur til og gerum hlutina sjálf þá getum við komið miklu í verk og það var svo sannlega gert varðandi stofnun Landhelgisgæslunnar og hvernig Eyjamenn komu og eiga stóran þátt í því bara mjög merkileg saga. Og að sjálfsögðu stórskipakantinn sem allt í einu orðin mun raunhæfari kostur með tilkomu Laxeyjar sem var einmitt að klára útboð og sambankalán og ég bara tek undir með bæjarstjóra að það vel þess virði að taka það hér inn og af því að það mjög stórt og ég held að þessu beinu og óbeinu áhrif sem við erum nú þegar farin að sjá í samfélaginu sem að þetta verkefni að hafa séu samt sem áður bara ekki komin öll fram og við eftir að sjá enn betur hvaða þýðingu þessi uppbygging hefur á samfélagið okkar. Mikil tækifæri. Þannig maður fyllist bara bjartsýni og trú á samfélagið með því að fara yfir það sem í gangi sem eiginlega mjög merkilegt og hvet bara aðra bæjarfulltrúa ef þeir hafa eitthvað til máls að leggja þessum efnum að koma láta ljósið skína. Já, takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason. Mér láðist að lesa hér áður en að Trausti kom upp innbókun í málinu en hún svo hljóðandi. Bæjarstjóri fór yfir fjárhagsáætlunarvinnu sem komin af stað, stöðu og tímasetningar vegna útlagningar og framleiðslu almannavarnalagnar NSL 4, vinnu við gerð atvinnustefnu sem farin í gang, fundur fulltrúa Vestmannaeyjabæjar með forsætisráðherra vegna atvinnuuppbyggingar í Eyjum og áætlaða framkvæmd við stórskipakant, 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar, stóran áfanga í uppbyggingu Laxeyjar og goslokahátíðina sem framundan. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Anton Örn Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti, vil byrja á að þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina. Ástæðan fyrir að kemina upp að úr út af fundi forsætisráðherra 27. júní síðastliðinn og vill ég bara segja að mér þykir skrítið að okkur hefur ekki minnihlutanum hafi verið boðið að koma með þótt að þetta hafi ekki verið innan þannig heimsókn eins og bæjarstjóri kom á. Þannig að við hjá Eyjalistanum viljum leggja inn eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Eyjalistans lýsa yfir miklum vonbrigðum með það vinnulag sem viðhaft var við heimsókn forsætisráðherra til Vestmannaeyja þann 27. júní síðastliðinn, þar sem fulltrúar listans voru ekki boðaðir til fundarins.
Það er grundvallaratriði í lýðræðislegri stjórnsýslu og góðu stjórnunarháttum að allir kjörni fulltrúar í bæjarstjórn, óháð meiri eða minni hlutastöðu, fái jöfn tækifæri til að koma sjónarmiðum samfélagsins á framfæri þegar æðstu ráðamenn þjóðarinnar sækja okkur heim. Bókun lýkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anton Örn Björnsson. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, já, ég get vel tekið undir með bæjarfulltrúa Antoni Björnssyni að það hefði alltaf verið þannig ef að fundurinn hefur okkar vegum að þá hefur við boðað alla til hans og það er hefðin. Fundur á okkar vegum sem var með innviðaráðherra var allri bæjarstjórn boðin. Og ég bara hélt að ég hefði farið yfir það hér áðan því að ég var að vekja athygli á því að þessi fundur var öðruvísi. Við boðuðum ekki til hans, ég boðaði ekki fólk inn á fundin, heldur kom það frá forsætisráðuneytinu. Þannig mér finnst nú frekar ósanngjarnt að það sé verið að saka mig sem hélt utan þennan fund fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar og eina sem ég gerði var að taka frá fundarherbergi og panta mat en fyrirkomulagið, heimsóknirnar og allt kom frá forsætisráðuneytinu. Og þetta var ekki fundur málefni Vestmannaeyjabæjar, heldur fundur sérstaklega höfnina, en ég skil, mér finnst, og ég er algjörlega sammála því að það er mikilvægt að allar raddir heyrist, en eins og ég fór yfir áðan að þá er forseti bæjarstjórnar, hann kemur fyrir hönd bæjarstjórnar. Nú er staðan þannig að það er 1 flokkur í meirihluta. Ef það hefði kannski verið 2 flokkar í meirihluta, þá hefði þetta raðast öðruvísi. En mér þykir þetta leiðilegt að þetta sé upplifunin að því að það var svo sannarlega ekki þannig en það ég efast að forsætisráðherra sem er nú í Samfylkingunni hafi viljað útiloka sína flokksmenn viljandi. Ég hef nú enga trú á því. Þannig að þetta er bara ástæðan fyrir fyrirkomulaginu, þannig að það sé bara útskýrt. Óskað hefur verið eftir stuttu fundarhléi vegna þessa.
Búinn að hefja aftur eftir. Og þá tekur bæjarstjórn aftur starfa eftir stutt hlé og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson hefur óskað eftir að leggja orð í belg. Já, forseti. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum bregðast við þessari bókun og svo sem áður en ég byrja að lesa upp bókunina þá kannski er rétt að benda fulltrúum Eyjalistans á að forsætisráðherra var með opinn fund kvöldið áður þennan umrædda dag sem við vorum að tala um, þannig að þetta hefði verið tilvalið að mæta á þann fund og ræða við forsætisráðherra. En bókunin frá okkur í Sjálfstæðisflokknum hérna, meirihlutanum, hljómar svona. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins benda á að skrifstofa forsætisráðherra óskaði eftir fundi við bæjarstjóra Vestmannaeyja vegna atvinnuvegastefnu Íslands. Þegar ráðamenn koma með stuttum fyrirvara formaður bæjarráðs forseti bæjarstjórnar og í þessu tilfelli formaður framkvæmda og hafnaráðs, enda var meðal annars rætt stórskipakant, Eyjagöng og Laxey heimsótt. Þegar fundir eru á vegum Vestmannaeyjabæjar eru að sjálfsögðu allir bæjarfulltrúar sérstaklega boðaðir. Þykir undirrituðum leitt að þetta sé upplifun Eyjalistans. Bókun lýkur. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson. Að gefnu tilefni þegar að bæjarfulltrúar koma upp í pontu og lesa bókanir að þá þarf að byrja á að óska leyfis forseta. Með leyfi forseta að lesa upp bókun. Og svo líka bara aftur að mikilvægt að senda bókanir á bæði starfsmann og forseta. En að sjálfsögðu alltaf lítið mál að gera stutt fundarhlé sé þess þörf. En hér þá tvær bókanir lagðar fram í kjölfarið á þessu. Vill einhver ræða eitthvað annað sem en þessar bókanir? Það er náttúrulega þarna, eins og kom fram réttilega í máli bæjarfulltrúa hér fyrir, að þetta eru mörg stór og mikil mál sem að í rauninni hefðu hvert og eitt getað orðið sér almennt mál þess vegna. Hefðum við haft sérstakann áhuga til að lengja fundinn mikið meir en hann er. Bæjarfulltrúi Arndís María Kjartansdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég ætla nú bara að vera léttu nótunum í minni jómfrúðaræðu. En kannski benda í leiðin að ég var að opna fundinu með forsætisráðherra, þó ég vilja alltaf vera boðin á alla fundi. En ég er ekki jafn ákveðið að tala eins og Trausti, en ég ætla samt aðeins að tala um goslokkin. 3. júlí er ótrúlega merkilegu dagur fyrir okkur Eyjamenn. 3. júlí er líka afmælisdagur minn, ef ykkur vil vita það sérstaklega. En 3. júlí er líka goslokkadagurinn. Þetta er dagur þakklætis og samstöðu. Dagurinn sem skiptir okkur Vestmanninga ótrúlega miklu máli. Þar sýndum við hversu við erum megnuð þegar gefur á bátinn. Við erum þekkt fyrir samstöðu og styrk þegar ábjátar. Að heilt bæjarfélag hafi verið flutt að eyjunni því næst tvístrar all land, ekki vist framtíðina, heimili sín og störf, þá tókst þessum hugrakku eyjamönnum að hefja uppbyggingu og fólk flyktist aftur heim, enda hvergi betra að búa. Sameinuð erum við alltaf betri. Hvar er betri vettvangur en í bæjarstjórn að sýna samstöðu fyrir hönd Vestmanninga, stiga hvort annað, hrósa hvor öðru og vera þakklátt fyrir að fá að vinna með fólki sem bauð sig fram að vera í forsvari fyrir alltaf frábæra fólk sem hér býr. Verum jákvæð, sýnum jákvæðin í verki, verum verðugi fulltrúar bæði í orði og verki, fögnum fallega á goslokkahátíðinni, tölum fallega við fólk bæði persón sem í netheimum, verum okkur sjálfum til sóma þessa helgi sem og alla aðra daga ársins. Takk. Takk fyrir
fyrir þetta bæjarfulltrúi Arndís María Kjartansdóttir. Eru fleiri sem að vilja ræða þetta? Ég get vel tekið undir þessi orð Arndísar Maríu Kjartansdóttur. Ef ekki þá höldum við áfram í dagskrá og næsta mál á dagskrá er þá fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs Vestmannaeyja nr. 329 og eru þar liðir 1-5 sem að liggja fyrir til upplýsinga. Þá er það fræðsluráð Vestmannaeyja nr. 406. Þar er liður 3. GRVAF úthlutun kennslustunda til skólastarfs liggur fyrir til staðfestingar. Allir þeir liðir sem eru til staðfestingar eru einnig lausir til umræðu en ekki hefur verið óskað sérstaklega eftir umræðu þennan lið, þannig ef að vill einhver bæjarfulltrúi ræða þennan lið. Svo er ekki, þá skulum við ganga til atkvæða. Þeir sem eru þessum lið samþykkir vinsamlegast gefið merki með handa uppréttingu. Og liðurinn er samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 1-2 og 4-7 í sömu fundargerð liggja fyrir til upplýsingar. Þá er það næst liður 8 sem er bæjarráð Vestmannaeyja nr. 3260. Þar er það liður 1, hluthafafundur Eyglóar Eignarhaldsfélags EHF liggur fyrir til staðfestingar. Vill einhver ræða þennan lið? Svo er ekki, þá ber ég þennan lið upp til staðfestingar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki með handa uppréttingu. Það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það liður 5, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2027 liggur fyrir til staðfestingar. Einhver sem vil ræða sérstaklega þennan lið? Svo er ekki, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru honum samþykkir vinsamlegast gefið merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 2-4 og liðir 6-16 í sömu fundargerð liggja fyrir hér til upplýsinga. Næst er það liður 9, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja nr. 330. Óskað hefur verið eftir umræðu lið 2, vinnuskóli Vestmannaeyjabæjar og til upplýsinga að þá er eftirfarandi ritað í fundargerð ráðsins þennan lið. Þetta er framhald af 5. máli 329. fundar frá 10. júní síðastliðnum að félags- og húsnæðismálaráðuneyti gefi afdráttarlaust svar að ekki sé heimilt að ráða börn sem ekki hafa náð 13 ára aldri í vinnu. Vísað er í lög aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerðir sem byggja á þeim lögum. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyjabæjar mótmælir harðlega þeirri stöðu að stór hluti barna sem lokið hafa 7. bekk fái ekki að taka þátt í vinnuskóla vegna túlkunar á gildandi lögum vinnu barna. Ráðið telur óásættanlegt að börn í sama árgangi njóti ekki sömu tækifæra og að réttur þeirra ráðist af fæðingardegi. Slíkt skapar mismunun og gengur gegn markmiðum vinnuskóla að veita ungmennum fyrstu kynni af atvinnulífi og samfélagsþátttöku. Af 56 umsækjendum í sumar verða 34 börn útilokuð frá þátttöku í upphafi vinnuskólan sem með öllu óeðlilegt þegar vilji er til að bjóða örugg og uppbyggileg störf undir handleiðslu. Ráðið samþykkir að leið og umsækjandi nær 13 ára aldri geti hann hafið störf í vinnuskólanum. Eftir standa 25 einstaklingar sem ráðið harmar að geta ekki boðið vinnu sökum þess að þau ná ekki 13 ára aldri á meðan á vinnuskólanum stendur. Ráðið skorar á stjórnvöld og Alþingi að bregðast tafarlaust við og breyta lögum nr. 46 síðan 1980 aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum þannig að öllum börnum sem lokið hafa 7. bekk verði tryggt jafnt aðgengi að vinnuskóla óháð fæðingardegi. Jafnframt fyrir ráðið þessu leyti bæjarstjóra fylgja málinu eftir gagnvart stjórnvöldum og umboðsmanni barna. Óverjandi er að börn í sama árgangi sitji ekki við sama borð þegar kemur að þátttöku í vinnuskóla sveitarfélagsins. Þá er lestri þessa liðs lokið. Vilja einhverjir ræða þennan lið? Bæjarfulltrúi Kjartan Vító Ólafsson, gjörðu svo vel. Forseti. Vinnuskóli Vestmannaeyja hefur áratugaskeið verið mikilvæg þáttur í uppeldi og samfélagsþátttöku ungmenna. Þar fá börn sín fyrstu kynni af atvinnulífinu, læra ábyrgð, stundvísi og samvinnu og upplifa stolti sem fylgir því að fá greitt fyrir sína vinnu í fyrsta skiptið. Þetta eru verðmæti sem skipta máli.
Þess vegna það bæði sorglegt og óásættanlegt að núverandi túlkun laga leiði til þess að stór hluti barna sem lokið hefur 7. bekk fái ekki að taka þátt í vinnuskólanum í sumar. Í ár sóttu 56 börn starf í vinnuskólanum, af þeim verða 34 börn útilokuð þegar starfið hefst vegna þess eins að þau hafi ekki náð 13 ára aldri. Þótt sum þeirra geti hafi störf, þegar þau eiga afmæli standa eftir 25 börn sem fá ekki tækifæri til að taka þátt. Þetta þýðir að börn sem hafa setið saman í bekk allt skólaárið, lært saman, þroskað saman, þau njóta ekki sömu tækifæra. Það eina sem skilur þau að fæðingardagurinn. Það hlýtur að vera erfitt hlutverk foreldra og forráðamanna að útskýra fyrir 12 ára barni hvers vegna vinir þess fá að mæta til vinnu á hverjum morgni og meðan þau sjálf sitji eftir heima. Markmið laganna vernd barna á vinnumarka eru mikilvæg og enginn dregur þau í efa, en vinnuskólar sveitarfélaga eru einmitt skipulagðir með öryggi barnanna að leiðarljósi. Það því þess vegna kennt að regluverkið sem á að vernda börn komi í veg fyrir þátttöku þeirra í einu öruggasta starfsumhverfi sem þeim stendur til boða. Þess vegna teljum við tímabært að endurskoða lögin þannig að öll börn sem lokið hafa 7. bekk tekið þátt í vinnuskóla, óháð því hvenær á árinu þau eiga afmæli. Með því tryggt að raunverulegt jafnræði án þess að slakað væri á öryggiskröfum. Fjölskyldu- og tómstundaráð harmað þá niðurstöðum sem var í þessum máli og fór þess á leit við bæjarstjóra að vinna máli áfram gagnvart stjórnvöldum og umboðsmanni barna. Þetta mál snýst ekki aðeins lagatúlkun, þetta snýst réttlæti, jafnræði og tækifæri barna. Boltinn hjá Alþingi og ég trú ekki öðru en að þau breyti lögunum á komandi vetri. Við sem bæjarstjórn verðum að halda okkar kröfum á lofti gagnvart Alþingi, því það má ekki gerast aftur að börnunum sé mismunað þegar þau sækja vinnu í vinnuskólum sveitarfélaga. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Kjartan Víta Ólafsson. Trausti Hjaltason, biðjum orðið, gjör svo vel. Forseti, þetta nú bara með þvílíkum ólíkindum þetta mál. Þarna Evrópusambandið að þvælast fyrir okkur og ég hugsa ef allir Íslendingar eru spurðir, vilt þú leyfa barni að vinna, og viltu leyfa því að raka gras og sá fræjum, gróðursetja blóm á 13. ári, ég hugsa allir myndu svara já, ég til að leyfa það. Þetta eitthvað sem íslensk þjóð vill ekki sjá. Við erum alltaf svo stolt af því hvað við förum snemma að vinna, vinnusemi og annað, þetta í DNA þjóðarinnar og við erum að eyða því úr DNA þjóðarinnar ef við ætlum að vera í þessu bulli. Þannig að ég tel að við eigum að láta heyra í okkur og helst bara mjög hátt og þetta allt mannanna verk og það þarf að stöðva svona vitleysu í uppsiglingu. Dóttir mín á afmæli á þessu, ég á þessu ári sem ræðir hér og ég hef stundum látið hana hjálpa mér að slá og raka gras í garðinum og það hefur bara hjálpað henni að verða manni. Þannig að þetta algjört rugl og við höfum að láta í okkur heyra með þetta. Takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa hér sameiginlega bókun allra bæjarfulltrúa. Hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn tekur undir afstöðu fjölskyldu- og tómstundaráðs og tekur heilshugar undir þau sjónarmið sem fram hafa komið að verið sé að mismuna börnum innan sama árgangs þegar kemur að þátttöku í vinnuskóla sveitarfélagsins. Í Vestmannaeyjum hefur vinnuskólinn áratuga skeið verið mikilvægur þáttur í uppeldi og samfélagsþátttöku ungmenna. Þar læra börn ábyrgð, stundvísi, samvinnu og virðingu fyrir vinnu. Reglur eru mannanna verk og bæjarstjórn Vestmannaeyja skorar á ríkisvaldið að vinda ofan af þeim breytingum sem festar hafa verið í lög að tilskipun ESB. Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar. Þá það liðir 1 og 3 til 4 sem liggja fyrir til upplýsinga innan sömu fundagerðar. Þá það 10. liður sem fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja númer 440. Þar það liður 3, breyting á aðalskipulagi NSL 4 neysluvatnslögn til Eyja sem liggur fyrir til staðfestingar. Staðfesting á skipulagsáætlunum sem fela í sér breytingu á aðalskipulagi. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið sérstaklega? Svo ekki.
Þá ber ég hann upp til staðfestingar þeir sem eru honum samþykkir vinsamlega skipi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Næst er þá liður 4, stækkun iðnaðarsvæðis í Viðlagafjöru. Breyting á aðal- og deiliskipulagi, staðfesting á skipulagsáætlunum sem fela í sér breytingu á aðal- og deiliskipulagi. Bæjarfulltrúi Óskar Jósúason víkur af fundi við afgreiðslu þessa liðar. Vilja bæjarfulltrúi ræða eitthvað sérstaklega þennan lið? Svo er ekki, að þá ber ég hann upp til staðfestingar þeir sem eru honum samþykkir vinsamlega skipi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 8 samhljóða atkvæðum bæjarstjórnar. Þá megið þið pikka í hurðina og Óskar kemur aftur inn á fund. Þá eru í sömu fundagerð liðir 1-2 og 5-20 sem liggja fyrir til upplýsingar. Þá er það liður 11 sem er fundagerð framkvæmdar og hafnaráðs Vestmannaeyja númer 338, þar liggja liðir 1-11 fyrir til upplýsinga. Þá er það síðasta fundagerðin sem við tökum fyrir í dag og það er fundagerð bæjarráðs Vestmannaeyja númer 3261. Þar er það liður 1, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2027 sem liggur fyrir til staðfestingar og hefur verið óskað eftir umræðu en í fundagerð fundarins kemur eftirfarandi fram. Bæjarráð ræddi forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2027. Bæjarráð leggur til að gjaldskrár hækkanir í A-hluta styðji við verðbólgumarkmið Seðlabankans og verði ekki hærri en 2,5%. Þá er lagt til að frístundastyrkur hækki 10.000 krónur frá og með næstu áramótum og svo áfram í skrefum á kjörtímabilinu. Bæjarráð samþykkir samhljóða framkomnar tillögur og hvetur önnur sveitarfélög og ríkið að gera slíkt þess sama. Bókun fulltrúa D-lista á kjörtímabilinu 2026 til 2030 munum við vinna markvisst að því að hrinda í framkvæmd þeirri stefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn kynnti fyrir kosningar. Jafnframt munum við halda áfram með þau verkefni sem þegar hafa verið sett af stað og fylgja þeim eftir af festu og ábyrgð. Stefnuskráin verður leiðarljós okkar í störfum sveitarstjórnar og munum við vinna að framgangi hennar í góðu samstarfi við íbúa, starfsfólk sveitarfélagsins, atvinnulíf og aðra hagaðila. Álögum á íbúa verður stillt í hóf. Við munum leggja áherslu á reglulega upplýsingagjöf framvindu helstu verkefna kjörtímabilsins og vinna af ábyrgð, gagnsæi og festu að áframhaldandi uppbyggingu öflugs, fjölskylduvæns og framsækins samfélags í Vestmannaeyjum. Undir þetta rita Eyþór Harðarson og Trausti Hjaltason. Vill einhver ræða þennan lið sérstaklega? Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, gjör svo vel. Forseti, í dag tökum við ákvarðanir sem endurspegla skýra sýn á ábyrgð, aðhald og stuðning við íbúa Vestmannaeyja. Bæjarráð hefur lagt til að gjaldskrár í A-hluta sveitarfélagsins hækki aðeins 2,5%. Sú ákvörðun er tekin með fullri vitund að kostnaður sveitarfélagsins hefur víða hækkað. Það hefði verið einfaldara að velta þeim hækkunum áfram á íbúa og fyrirtæki. Við veljum hins vegar aðra leið. Við stöndum frammi fyrir tímum þar sem heimili glíma enn við háa vexti og fyrirtæki við aukinn rekstrarkostnað. Á slíkum tímum skiptir máli að opinberir aðilar sýni hóf og taki þátt í því sameiginlega verkefni að ná niður verðbólgu. Með því að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% er Vestmannaeyjabær að leggja sitt af mörkum til að styðja við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Við viljum vera hluti af lausninni en ekki hluti af vandanum. En á sama tíma og við sýnum aðhald viljum við áfram styðja við fjölskyldur í bænum. Þess vegna leggjum við einnig til að frístundastyrkur barna hækki 10.000 krónur. Það er úr 50.000 í 60.000 krónur á barn. Það er hækkun sem barnafjölskyldur finna raunverulega fyrir. Þátttaka barna og ungmenna í íþróttum, listum og öðru skipulögðu frístundastarfi er ekki aðeins mikilvægt lýðheilsumál, heldur líka fjárfesting í framtíð samfélagsins. Við viljum að sem flest börn hafi tækifæri til að taka þátt óháð efnahag foreldra sinna. Þessar tvær ákvarðanir fara því vel saman. Annars vegar sýnum við aðhald með hóflegum gjaldskrárhækkunum og tökum ábyrgð í baráttunni við verðbólguna. Hins vegar forgangsröðum við stuðningi við börn og fjölskyldur þar sem það skiptir mestu máli.
Við teljum að þessar tillögur sýni að hægt sé að sameina ábyrga fjármálastjórn og öflugan stuðning við íbúana. Með þeim eru við að senda skýr skilaboð að Vestmannaeyjabær ætli að standa með fjölskyldum, styðja við stöðuleika í efnahagslífinu og taka ábyrgð á sínum hluta verkefnisins. Og ég hvet þar af leiðandi bara bæjarstjórn til að staðfesta þessar tillögur. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson. Vilja fleiri koma og ræða þennan lið? Svo ekki og þá ætla ég að fá að leggja hér fram sameiginlega bókun allra bæjarfulltrúa sem svohljóðandi. Bæjarstjórn Vestmannaeyja hvetur önnur sveitarfélög og ríkið að halda sig við 2,5% hækkun á gjaldskrám að hámarki til að styðja við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Bókun lýkur og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar í Bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þá það næsti liður 5, viðaukar við fjárhagsáætlun 2026, hann liggur fyrir til staðfestingar bæjarstjórnar, einhver sem vill ræða þennan lið sérstaklega. Svo ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem eru honum samþykkir vinsamlegast gefi merki með handa uppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá það næsti liður sem liður 7, umræða heilbrigðismál 2026 sem liggur fyrir til umræðu og var ósk frá meirihluta að ræða þennan lið úr fundagerð bæjarráðs. En liðinn kemur eftirfarandi fram. Bæjarráð á fund með framkvæmdastjórn HSU síðar í dag til að ræða stöðu heilbrigðismála í Vestmannaeyjum. Þá hefur heilbrigðisráðherra þekkst boð heimsókn til Vestmannaeyja til að fara yfir stöðu heilbrigðismála í Eyjum ásamt því að ræða þær áskoranir sem liggja fyrir. Verið að festa dagsetningu fyrir heimsóknina. Þeir sem vilja ræða þennan lið vinsamlegast gefið merki. Hverjir ætla að ræða þennan lið? Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason hefur óskað eftir orðinu. Gjörðu svo vel, Trausti Hjaltason. Forseti. Bæjarráð hitti framkvæmdastjórn HSU og ræddi stöðu á þjónustu HSU í Vestmannaeyjum og þá kannski sérstaklega áhyggjur varðandi læknamönnuna á HSU í haust. Og í samtalinu kom fram að framkvæmdastjórnin sé að leita leiða til þess að bregðast við stöðunni og við bara áttum þarna hið fínasta samtal og fengum svona að fara svolítið yfir sviðið og það var bara mjög gott og vil bara upplýsa bæjarfulltrúa að þetta samtal var bara á góðum nótum. Ég held að sé bara gott að við séum aðeins að horfa fram í tíman og reyna að sjá fyrir okkur hvað að fara að gerast. Það er augljóst að ef að læknamönnunin, ef að það verður vandræði með hana þá verður uppi ástand sem enginn vill sjá. Þess vegna vorum við með áhyggjur af því í ljósi þess að það eru læknar að flytja í burtu sem hafa verið að sinna þeim störfum. Og síðan voru auðvitað svona fjölmörg atriði sem snúa að þjónustunni rædd, bæði á sjúkrahúsinu og heilsugæslunni. Og ég held að bæjarráð muni bara halda áfram að eiga þetta samtal svona reglulega og þegar að þurfa þykir. Það sé bara mjög gott og þetta partur af grunnheilbrigðisþjónustunni hérna í Vestmannaeyjum sem skiptir okkur öll svo miklu máli og þetta bara hlutir sem að þurfa að vera í lagi. Það svona það helsta sem að ég vildi segja í hvað þetta varðar. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason. Vilja fleiri ræða þennan lið? Svo ekki, þá legg ég hér fram sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem svohljóðandi. Bæjarráð hitti framkvæmdastjórn HSU
og ræddi stöðu þjónustu HSU, meðal annars áhyggjur varðandi læknamönnun á HSU í haust. Í samtalinu kom fram að HSU sé að leita leiða til að bregðast við stöðunni. Bæjarstjórn ítrekar mikilvægi þess að eiga áfram gott samtal við stjórnendur HSU og að stöðugt sé staðið vörð þá grunnheilbrigðisþjónustu sem veitt á HSU í Vestmannaeyjum. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þá það næst liður 9 sem erindisbréf til fulltrúa í ráðum samkvæmt bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar 2026 sem liggur fyrir til staðfestingar. Einhver sem vil ræða þennan lið sérstaklega? Erindisbréfin verða kynnt í fastanefndum sveitarfélagsins en ef enginn vil ræða þennan lið þá ber ég hann upp til samþykkis. Þeir bæjarfulltrúar sem eru honum samþykkir vinsamlegast gefið merki með handa uppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá það næst liður 11, prókúruumboð sem liggur fyrir til staðfestingar. Vill einhver ræða þennan lið? Ef ekki þá legg ég hann til atkvæða þeir sem eru honum samþykkir vinsamlegast gefið merki með handa uppréttingu og það hér einnig samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá það liðir 2 til 4, 6, 8, 10 og 12 til 21 sem liggja fyrir til upplýsinga og sömu fundagerð. Þessi fundur jafnframt síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarhlé. Næsti fundur verður haldinn 9. september næstkomandi en samkvæmt 9. málsgrein 28. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar nr. 991 frá 2020 fer bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefur ella í sumarleyfi bæjarstjórnar. Forseti óskar þess að bæjarfulltrúar og starfsmenn eigi góða stundir og njóti vel sumarleyfis bæjarstjórnar. Fundi slitið klukkan 15:42.